Já, við erum velkomin árandi góðir hér í Káa TV. Hér erum við að fara að hefja útsendingu frá leik Káa og Þróttar Reykjavíkur í úrvalsdeild kvenna í blaki. Ágúst Stefánsson heiti ég og með mér er Birkir Freyr. Gaman að fá þig, Birkir. Já, sæll. Gaman að vera hérna. Það ekki? Já, blakveislan er farin af stað. Það hófst á hjá ykkur hérna á köllunum daginn, unnu í maraþonleik Þrótt Fjarðabyggð og nú er komið stelpur á móti Þrótt Reykjavík. Já. Heldur þetta verði langur leikur á ykkur köllunum daginn? Ég veit ekki, nei, ég held nú ekki. Ég reikna svona fyrirfram með því að Káa ætti að taka þetta, en þetta er fyrsti leikurinn. Já. Hjá öllum liðum, maður veit aldrei hvað gerist. Já, eins og segir, fyrsti leikurinn eru stelpur búin að ná einhverjum alveg æfingarleikjum í gang, veistu það? Nei, það er engir æfingarleiki verið hjá okkur, hvorki köllum niður konum núna, ekki náðu neinum. Já, þetta er alltaf svona öðruvísi fyrirkomulega, alltaf svo ekki langt síðan síðast tíma við kláraðist og kannski lið bara fegin því að fá sumarfrí, þannig að kannski erum við aðeins eftir á í undirbúningnum. En já, kíkjum aðeins á lið gestana. Það kemur hérna, númer 1 er Iðunn Bjarnadóttir, númer 2 Dagbjört Ýr Gísladóttir, númer 3 er Eldey Hrafnsdóttir, númer 4 Katrín Sara Reyes, númer 5 Nicole Hanna Jóhansen, 6 Laufey Hjaltadóttir, númer 7 Tinna Sif Arnarsdóttir, númer 8 Katla Logadóttir, númer 9 Isbelia Diana Alfaro, númer 10 er Elisabeth Nien Hjón, 11 er Arna Védís Bjarnadóttir. Á þetta sjá Þróttaralið hérna, þetta voru í smá svona erfiðleikum í fyrra, voru alltaf hlutir af þessum liðum sem voru í botnbaráttunni, meðan Káa alltaf búið að vera í alltaf bara meðal fremstu liðana síðustu ár, en eins og segir, kannski akkurat tækifæri núna fyrir Þrótt að koma óvart af því að liðir eru kannski búin að klára undirbúningin nægilega vel. Já, klárlega, og svo er þetta nú líka erfitt fyrir Káa núna, þar sem að vantar Gíu. Hún er ekki með þessum leik. Já, hún er alltaf gífurlega mikilvæg. Þið byrja. Já, alltaf vanta fyrir þinn okkar og vissulega er það skarð. Hvað tók þetta? 2 mínútur, já. Það verður að hafa gaman að þessu. Ég reynt að fastlega með að Gíja segja að fylgjast með þessu. Já, skulum drífa Káa-liðið af. Númer 2 er Nera Mateljan mætt aftur norður. Númer 3 er nýrleikmaður Thea Andrić. Númer 4 er Auður Pétursdóttir. Númer 5 Pála del Olmo Gómez. Númer 7 Jóna Margrét Arnarsdóttir. Númer 8 er Emilía Steindórsdóttir. 9 Andrea Þorvaldsdóttir. Númer 10 Lovísa Rut Aðalsteinsdóttir. 11 Amelía Ýr Sigurdóttir. 12 Rakel Hólmgeirsdóttir. Númer 13 Valdís Kapitula Þorvaradóttir. 16 Annika Snædís Gautadóttir. 18 Ída Katrín Kristinsdóttir. Og þjálfari Káa er svo að sjálfsögðu Miguel Mateo Castrillo. En já, eins og segja, svona vantar Gíu hér í dag, vantar Heiðbrá líka. Og svo náttúrulega hérna verður hún Helena, hún er hérna ólétt, þannig að hún er ekki að fara að spila í vetur. Nei, en það væri að líka sannlega banna, þá var það þessu 2 leikmenn, eða ekki? Já, það var þenni fleiri. Það er þetta mjög góða punktur. Og hérna fær Káa fyrsta stigið. Kannski svona bara þess merki þetta sé svona fyrsti leikur. Já, það var nokkurs engin hörkusmöss hérna sem voru að koma, en þetta er byrjun, við erum bara rétt að byrja. Já, og já, eins og út því á Neru. Já, Nera mætt aftur norður. Spilaði með okkur fyrirpart síðast tímabils, en hvað fórum svo aftur til Króatíu? Jú, fórum svo aftur út og nú vorum komin aftur. Já. Það er svo gaman að vera hjá okkur. Það er nokkur ljóst. Já, flottur bolti hérna og fín vörn hjá henni Tinnu. Frábær lauma. Já, og hún Thea komin á blað, nýr leikmaður hjá okkur. Króati rétt eins og Nera. Spilaði í spænsku deildinni, búin að búa í Spáni ykkur ár. Ég veit ekki hvaða deild hún spilaði þar. Já, líklega spænsku deildinni. Já, mjög líklega.
En já, klikkar þessi uppgjöf á Emilíu og við erum í jöfnum stöðu 2-2. Já, staðan 2-2. Eins og kannski svona erfitt að biðja að liðin séu búin að finna stöðuleika í fyrsta leik en svona eins og segi, kannski heildina litið KA-liðið er það öflugt að við svona setjum svona eiginlega kröfu á að við tökum 3 stig í dag. Já, klárlega. Það eiginlega að gera það. En það má ekki taka af Þrótti samt, það eru virkilega öflugar. Ég held að það er virkilega erfitt að spila á móti þeim að spila svo góða vörn. Já. Taka allt upp á gólfinu. Það getur verið erfitt og þreytandi. Já, heldur betur. En það var ykkar leikur móti Þrótti Fjarðabyggð hérna á dögunum. Þið voru að spila hörku sóknarleik en Þróttararnir voru að spila frábæra varnarleik. Það var svona mjög skemmtilegt svona að bera þeim saman. Það er kannski það sem við fáum hér í dag. Þeir voru bara alltaf fyrir. Já, þeir eru eitthvað fyrir það. Já, vel gert hjá Jónu hérna og Pála afturlínunni, flottu bolti og já, meira en þetta reynu, flott rally hérna og Thea, þess að var líkast að leiðin út. Og já, ágætis Hugstjörn svo sem. Voru ekki alveg að tengja nógu vel hérna. Nei. En eins og ég, það er með það að liðin sé ekki búin að ná æfingarleik í sumar þá eðlilegt að sé kannski smá skjálfti hérna í upphafi leiks. Það kemur Thea, laumar aftur, já, sú er lúmsk. Þetta þarf ekki alltaf að vera flókið. Nei. Já, Thea uppgjöfinni, kemur bara með þægilega hana. Frábær hávörd og beint í gólið. Já, það var vel gert stelpunum. Já. Já, K.A. svona er að ná góðu tækja þessu 6-3 núna og ég líst að það var svona betur og betur á þetta. Já, bolti full neðarlega. Þetta hefði verið mjög flott smass hjá henni ef hún hefði verið svona metur hærra kannski þegar hún sló fyrst. Já. Mér er kannski svolítið mikið að vanti meterinn upp á henn. Já, það er fín hugsun, reyna að pressa boltan. Það er styrfa að gera það til að skora líka. Já. Já, Jóna gerir þetta vel, veist það sem þarna á henni fína bolta, já. Þetta er gaman að sjá. Já. Ánægður með líka hvað stelpurnar fagna þessu vel og innilega. Það er virkilega gaman að vera í K.A. eins og við þekkjum. Já, þetta er allt frábært, Gústi. Það er eitthvað að vera gula lit, það er hressur og kætir. Það kemur ágætis boltið þarna en aftur er það að slá í netið og K.A. komið með 5 stig í röð hérna og þá taka gestirnir leikhlé. Þetta er ekki alveg að ganga það með sókninni hjá Þrótturunum. Nei. Óþarlega mörg smöss í netið. Já, og sama tíma sko, þegar að ná vörninni og það er að taka á móti boltum frá okkur, þá finnst mér að við vilt koma allt og þægileg bolti yfir en við höldum bara áfram að þjarma. Bara þannig að við náum boltanum í gólfið. Já. Það eru svolítið að kannski svona rétt okkur boltan bara.
gera okkur auðvelt fyrir, þannig að við getum bara sótt að fullum krafti aftur og aftur. Einmitt. Það er rosalega erfitt að halda svoleiðis út. Já, einmitt. Og eins og segi, það er svona áhugavert líka að sjá KA-lið. Það er svolítið breytingar, svona eins og ég ætla í fjarveru þeirra Gíu og Heiðbrá, þá ætla að fá yngri stelpur, kannski meiri séns hérna í dag og það er alltaf mjög gaman að fá séns í fyrsta leik og ef þú nýtir hana vel þá farið kannski að spila meira í vetur heldur en svona menn kannski reiknuðu með. Þetta er geggjaður ás, hún gefur ekkert eftir hún Thea. Staðan voru 10-3 og Thea áfram í uppgjöfinni. Þetta var eins og vel gert. Með að lauma, Jóna gerir þetta vel, þá er það Pála stikkur í afturlínunni og já, einhver svona skortur á talandi þarna, boltinn beint að milli í afturlínunni og þetta er svona var ekki mest krefandi bolti sem það er að fengið. Nei, ég hef nú oft síðar taka erfiðri bolta en þetta í vörninni. Það er svona, þetta var aðeins dottið niður hjá gesturinn núna síðustu myndur og KA er að ganga á lagið heldur betur og Þetta eru góðar uppgjafir hjá henni Theu. Það er fljóta og detta rætt niður síðan. Já. Erfitt að ráða við þar. Hún er mitt verið að þjálfa lið KA Splices og hefur greinlega lært kannski eitthvað af frábæru uppgjöfum sem að sjást þar. Erstu búin að vera að kenna henni? Já, hún er alltaf að heldur betur að læra tricks sem alltaf að horfa þannig. Það kemur nera, heyrðu. Já, þá erum við komin aftur í loftið áratu góðir hérna í KA TV og að vera því miður einhver netvandamál hérna í KA-miðlunum sem að hafa bæði truflað KA TV og líka bara rittaraborðið en við erum vonandi bara komin í lag núna. Þannig að já, við reynum okkar besta að sýna frá restina af þessum leik. KA vann sem sé fyrstu hrinu ansi sannfærandi 25-12. Og ég er núna komið í 7-4 hérna í annari hrinu. KA að leika bara virkilega vel en saman tíma finnst mér svona vanta aðeins bit í gestina. En staðan er sem sé 7-4 fyrir KA. Við erum að uppfæra grafíkina hjá okkur. Alltaf komist í lag, þannig kemur reynir Thea að lauma en það eru fættar að sjá við henni. Og 5. stig gestarna hérna í annar hrinu 7-5. Það er ekki búin að skora 5 stig í röð eins og við erum bara að reyna að ríða aftur í gang því miður netvandamál sem að trufluðu okkur hérna en mér sýnist allt vera í standi eins og er. Og já, bara við reynum okkar besta að sýna frá þessu en staðan var í 7-6 núna fyrir KA. Þróttararnir að koma með fína kafla núna, búin að minnka þetta niður í 1 stig. Já, Birgir mættur aftur hérna með mér. Kemur Thea. Þetta er frábærlega gert hjá henni. Hún er ekkert mikið að bomba hún Thea. Hún er bara, gerir þetta skynsamt. Já. Bara einfalt og skynsamt og það er líka alltaf mjög gaman að horfa á svoleiðis. Já, hún er með því Thea-skeið. Spurning hversu margir vélabrandar hafa ekki skilað sér heim til fólksins sem er að fylgjast með KA og netvandamálum. Byggjast velvirðingar á því. Það er eina svo slæmt við þetta allt saman. Já. Þetta er fín vörning á Valdís hérna svo kemur Nera með hörku bolta.
Það er bara voru að magna að fylgjast með bæði Neru og Teu hérna. Það er að koma virkilega sterkar inn. Já, það eru bara virkilega gaman að horfa að spila og ég held að Nera sé bara betri en hún var hérna síðast. Já, ég bara tek algjörlega undir það. Mér finnst hún vera virkilega öflug núna og svona sína sem við vildum fá meira frá henni síðast. Þessi bolti er inni, ég held að sé rétt. Það beint á að þá rugglaðast tölfræðin hjá okkur. Fín háður til kraftin úr þessu og það endar hjá Neru. Já. Nei. Flottu bolti hérna á Jónu. Ég vil sjá Neru hamra henni bara niður. Já, hún hamraði niður bara röngum megin. Já. Hún var eitthvað óana þarna, þannig að það gefur óana með að við höfum verið að hrósa svona mikið á hann. Settum auka pressu á hana. Geti verið. Heldur þú sé að hlusta? Já, mjög líklegt. Það er mjög líklegt. Þetta fór í antennuna eða spíruna. Stöngin inn er ekki leyfilegt í þessu? Nei. Nei, en ég er mjög hrifinn af þessu íslenska heiti spíra. Það er eitthvað grípandi við það. Já, það er ekki að spyrja að því. Það er ekki að spýra að því. Þessi rúti vel getið Valdís að láta fara. Og hann var ekki alveg ákveðin í hvað hann ætlaði að gera. Nei. Stundum bara hjálpar það rosalega mikið að sveifla höndunum aðeins. Já. Lovísa mætt hérna. Fýtt bolti frá henni og hvað endar þetta? Endar á Pálu. Pála, hún náði að berga sig virkilega vel gert. Ég fannst að hann var í gólfið en allt í lagi, heldum áfram. Og hvað endar þetta? Já, þægilegbótti yfir en Pála. Þetta er virkilega gaman að sjá núna, bæði að verjast vel. Hey. Dæmt Neta og Jónu eða Emilíu annarkvort. Já. Mögulega báðar. Já, ég var svo mikið að horfa á boltan, ég fylgist ekkert með þessu. Hver hefur verið að koma með nettið þarna, en það er tölvöld meiri hasar í þessari hrinnu heldur en þeirri fyrstu sem við svona sýndum því miður ekkert voðalega mikið frá. Nei, hún endaði hvað, 25-12 eða ekki? Kemur Nera á frábær háður þarna. Katrín Sara Reyes. Þarna er réttum maður, réttum stað. Já, heldur betur. Jóna upp á flottur bolti. Já, en mér syns að hafa aftur farið í spíruna og við erum í jöfnuleik 11-11 og þá tekur Matteo leikhlé. Hún lísti ekkert á blikuna. Nei. Ég er svo sem þetta vill nú sem þið gerast þegar þú vinnur hreinu svona rosalega afgerandi að mæti kannski ekki alveg jafn vel til leik sem er næstu og sama tíma kannski anstæðingurinn ennþá æstari að svara aðeins fyrir sig. Já, ég finna að Þróttur kemur hérna, hefur engu að tapa. Enduði 12-25 fyrir hrinni, þannig að það er engu. Já, þetta svona að veita býr meir í káaliðinu en á sama tíma, auðvitað vissulega þá vissum maður líka að bjóða aðeins meir í Þróttarliðinu heldur en það sýndi fyrsta hrinnu en það er spurning hvort við fáum bara stál í stál hérna út þessa aðra hrinnu. Já. Já, við byggjumst áfram bara velveringar. Það er einhver vandræði á netinu hjá okkur en við reynum okkar best að sýna sem best frá þessu. 12-11 við Káa, þessi bolt er ekki að hefni að vera ekki stærri. Jæja, Jóna, komum með ás, stelpa.
Góður. Nei, svo út til hann. Og næstu búinn að hitta þér á leiðin út samt. Já. Ég held ég sérlega ekki að misminna, hún var Ása drottningin á síðasta tímabili í deildinni. Já, ég minni það líka. Já. Hún hefði endað með flestu Ása per hrinu sennilega. Já, og jafnvel bara líka bara heildar fjöldi Ása í deildinni. Já, það getur verið, ég er ekki svona minnur. Nei. Þetta var flott. Pála skora 14 stig KA og þeir eru svona svara ágætlega núna eftir leikliði hjá Matteo. Já, Jóna hérna upp á missi boltan yfir og reynum bara aftur og hæja, fylgir það til að bjarga þessu. Fín hávörn. Þetta er virkilega gaman hvað endar þetta. Nera Jóna væntanlega tilbaka á Pálu og Pála af netinu og þessi bolti er þægilegur til. Já. Eða svekkjandi að svona rally endi á svona bolta eiginlega. Það var búið að vera mjög skemmtilegt að fylgjast með. Já, mér finnst það óaða gaman að sjá þetta enda svona. Jú, vissulega. Ég ætla ekki kvarta. Vel gert þarna hjá henni Laufeyju að bjarga þessu bolta, fór á netinu og var líka bara fastur. Það sjáðu Pálu til Olmo. Greinilega verið að bíða eftir aðeins hraðari bolta þarna. Þurfti að stoppa í alhlaupinu. Já. En þá sá hún bara einhver aðra lausn á þessu. Já, þetta er bara yfir sýnin að hérna Þarna hefnaðist þetta ekki alveg á Neru. Andrea kemur inn fyrir Neru og Andrea hefur svona vanlega að spila líbyró, þannig að ákveðin að vera með meiri vörn í afturlínunni. Þessi var fastur og rétt út. Já, og hvað eru að fá Amelíu inn í uppspyrjarann? Nei, ég held að Jóna ætla að koma í skiptingu líka. Það voru ekki alveg viss hvað átti að vera.